Komið sæl og blessuð, þetta þátturinn undirbúningur fyrir sunnudag, þátturinn hans við lesum og íhugum ritningalestra og guðspjall næstkomandi sunnudags og þetta loka þáttur í þessari þáttaröð. Ég heiti Zakarías Ingólfsson og ég verð með ykkur þennan hálftíma til þess að fara gegnum textana. Ég prestur í sjálfstæðu verkefni sem kallast Játningabundin evangelisk lútersk kristni og þú getur fundið okkur á vefsíðunni jelk.is, jlk.is. Það líka tenglar á Facebook síðan okkar sem og á YouTube rásina. Og ég tek mér smá leyfi til þess að segja frá því að við verðum með samkomuhelgi í Friðrikskapellu síðustu helgi í júní, þar að segja 23. til 25. júní. Og þar verður yfirskriftin Guð gefur eða það sem að Guð gefur. Og við ætlum að skoða ýmis sviði lífsins þar sem að Guð kemur til okkar með gjafir sínar. Meira það á jelk.is. Ef við skoðum kirkju árið þá má skipta því í 2 megin helminga og fyrri helmingurinn markast af 3 megin hátíðum kristinnar. Hann byrjar á aðvent og jólum, þá kemur fasta á páskar og að lokum kemur páskatími og hvíta sunna. Þetta sá helmingur kirkju ársins þar sem að við fylgjum sögunum af Jesú og hlustum á að hluta til í raun tíma. Síðari helmingurinn hefst síðan með þrenningar hátíð eða Trinitatis eins og stundum sagt og eftir henni koma sunnudagar eftir þrenningar hátíð. Í þessum helmingi kirkjuársins eru engar meginhátíðir og því meiri áhersla á kenningu Jesú. Sunnudagurinn kemur sjálf þrenningar hátíðin og hún leggur áherslu á heilaga þrenningu. Í mörgum kirkjum víðsvegar heim þá notuð hinn svokallaða Athanasíusar játning sem töluvert lengri en bæði postulega trújátningin sem algengi messum á Íslandi og Níkjujátningin sem notið í messum víðast hvar heiminn. Og þá litur þrenningarhátíðarinnar hvítur víðast hvar en á Íslandi hann rauður. Þannig að kirkjulandsins verða skreyttar með rauðum lit núna á sunnudaginn. Og þá sunnudagar sem að eftir koma og fram að aðventu verður langoftast síðan skreytt með grænum sem litur vaxtar og framfara. Textarnir á sunnudag eru eftirfarandi. Í fyrirritningalestri í 1. Mósebók 18. kafla versum 1-5 opinberar hinn þríeini Guð sig fyrir Abraham sem 3 menn. Í öðru Korintubréfi í 13. kafla 11. frá 11. versi kemur síðari ritningalesturinn sem loka kveðjan og hún endar á orðanum sem við þekkjum í dag sem postulega blessunin. Síðan Guðspjallið úr 11. kafla Mattheusar Guðspjalls og það bæn sem að Jesú biður og vitnar með henni það hver hann Fyrir ritningalestur að finna í 18. kafla 1. Mósebókar, versum 1-5 og hann hljómar svo. Drottinn birtist Abraham í Mamre lundi hann sat í tjaldirum sínum í miðdegis hittanum og hann hóf upp augu sín og litaðist og sjá, 3 menn stóðu gangvart honum. Og hann sá þá, skundaði hann til móts við þá úr tjaldirum sínum og laut þeim til jarðar og mælti, Herra minn, hafi ég fundið náð í augum þínum þá gakk eigi fram hjá þjóni þínum. Leif mér að sótt sé lítið eitt af vatni og þér megið þvo fætur yðar og hvílið yður undir trénu. Og ég ætla að sækja brauðbita að þér megið styrkja hjörtu yðar, síðan getið þér haldið áfram ferðinni. Úr því að þér fóruð hér hjá þjóni yðar. Og þeir svöruðu, gjör eins og þú hefur sagt. Þannig hljómar hið heilaga orð, Guði sé þakkar gjörð. Í 12. kafla 1. Mósebókar sagt frá því, hvernig Drottinn kallar Abraham til að vera ættfaðir mikillar þjóðar með konu sinni Söru. Drottinn vildi gefa þeim landsvæði til þess að búa á og hét því að Abraham og afkvæmi hans myndi verða til blessunar fyrir allar þjóðir heims. Hér Drottinn vitalega að vísa til Krists, sem hefur orðið öllum þjóðum til blessunar. En í augum Abrahams og Söru var vandamáli það að þau voru barnslaus og þar af leiðandi voru auðvitað engir afkomendur. Þegar þau fengu fyrirheiti voru þau þegar komið langt upp fyrir venjulegan barnsegnar aldur og Abraham var 75 ára gamall og Sara konan hans 64 ára. Það fáir sem eignast börn á slíkum aldri, þótt að eigi sér reyndar stundum stað, til dæmis árið 2019, þegar indverska konan Mangayama Yaramati fætti tvíbura en hún var þá 73 ára gömul.
En Guð lét reyna á þolinmæði Abraham og Söru, þar til að Sara var komin það langt yfir barnsegnar aldur að öll von var í raun og veru úti. Það þýðir að fæðing Ísaks skyldi vera kraftaverk drottins. Ritningalesturinn sem við lásum átti sér stað þegar Abraham var 99 ára gamall en Sara var 90. Þá kemur drottin til hans til þess að segja að loksins á næsta ári mun Sara eignast son. Það skyldi ekki vera nokkur vafi það að hér var kraftaverk að ræða. Það var líkamlega ómögulegt fyrir Abraham og Söru að eignast barn nema Guð gripi sérstaklega inn. En það sem ennþá merkilegra hvernig drottin birtist Abraham sem einn 3 manna sem komu í heimsókn til hans. Í næsta kafla skipt frá því að 2 þessara manna voru englar en sá 3. drottin sjálfur. Getur hér þá verið nokkurn annan að ræða en sjálfan Krist sem birtist Abraham jafnvel fyrir holdtekju sína og talar við hann augliti til auglitis. Reyndar ætti það ekki að koma okkur sérstaklega óvart. Drottin birtist með þessum hætti allnokkrum sinnum í Gamla testamentinu, til dæmis í aldingarðinum þegar hann gengur í aftansvalanum sem konungurinn Melkisedek, í sögunum Abraham og Ísak á Móríafjalli, í þyrnirunanum brennandi, í sögunum Gídeon, í sögunum vini Daníels í eldsofninum og þannig mætti áfram telja. Kristur ekki bara efni spámannana eða spásagnana þeirra eða fyrirheitana í Gamla testamentinu, heldur hann raunverulega til staðar í Gamla testamentinu öllu. Því þar sem Guð faðir þar einnig sonurinn og heilagur andi. Drottin kallaði Abraham til að vera ættfaðir mikillar þjóðar og hann hélt verndar hendi sinni yfir þessari þjóð vegna þess að frá henni skyldi Kristur sjálfur koma. Frá henni skyldi hann sjálfur koma. Og þessi þjóð átti að bera fram Maríu mey, en María mey bar fram Jesú Krist. Sonur Guðs var þó til staðar í öllu Gamla testamentinu jafnvel löngu fyrir fæðingu sína. En það segir Jesús við farisea í lok 8. kafla Jóhannes Guðspjalls. Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Nú sögðu gyðingar við hann: þú ert ekki enn orðinn 50 og hefur séð Abraham. Jesús sagði við þá: sannarlega, sannarlega segi ég yður, áður en Abraham fæddist ég. Og með þeim orðum tökum við stutt hlé og lítum síðan á síðari ritningalesturinn. Komið sæl aftur, þetta þátturinn undirbúningur fyrir sunnudag. Þú eflaust tekið eftir því hvernig nafn hins þríeina Guðs gegnum sýrir messuna alla. Og ef ekki þá tekur þú vonandi eftir því núna á sunnudag eða næst þegar þú kemur í messu. Messan hefst gjarnan á orðunum úr lokum Mattheusar Guðspjalls í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda, meðan við signum okkur með tákni krossins og minnumst þess að við erum skírð í hans nafni. En orðin eru ekki bara áminningum skírnina, heldur þýðaði það að allt það sem á eftir kemur í nafni eins þríeina Guðs, í nafni föður, sonar og heilags anda. Eins það með kollektu bænina sem yfirleitt beint til Guðs föður, en endar síðan í þessa átt fyrir son þinn Jesú Krist drottinn vorn, sem með þér og heilagum anda lífir og ríkir, eitt sannur Guð aldir alda. Amen. Og hér nafnins þríeina Guðs einmitt undirstaða bænarinnar. Davíðssálmar og predikun geta síðan endað á því að gefa hinu þríeina Guði dýrðina og minnir það okkur á messuna í himnum sem lýst í 4. og 5. kafla opinberunar Jóhannesar. Í messuna sagt: dýrð sé Guði föður síni og heilagum anda, sem var, og verða mun aldir alda. Amen. Nú fyrir predikun les prestur gjarnan postulegu kveðjuna og segir: náð sé með yður og fríður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Og þetta kveðja sem kemur úr Rómverjabréfinu 1. kafla, versi 7. Síðan það miskunnarbænin sem endurtekin þrisvar: drottin miskunna þú oss, Kristur miskunna þú oss, drottin miskunna þú oss.
og hér eðlilegt að hugsa þrítekningin svari til heilagra þrenningar, drottin Guð Faðir, drottin Jesús Kristur og drottin heilagur andi. En upprunalega þessi bæn þó sérstaklega bæn til Krists og kallar hann þá bæði drottin og Krist. Hún byggist á 3 tilvikum Nýja testamentisins þar sem fólk var hjálpar þurfi og sagði við Jesú, miskunna þú mér, Herra, sonur Davíðs. Jesús kallaður bæði Herra eða drottin sem og sonur Davíðs eða Messias. Bænin ber þannig með sér þá játningu sem að Rómverjabréfið 10:9 talar og hljómar þannig: ef þú játar með munni þínum Jesús drottin og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, þá myndu hólpin verða. Eins og má sjá hinn hefðbundna guðþjónusta gegnum sýrð af þeirri játningu að Guð sé bæði 1 og 3. Hann ein vera en 3 persónur, Faðir, sonur og heilagur andi. Enn eitt dæmið nákvæmlega þessa játningu postulega blessun sem lesin rétt eftir prédikun. Hann að finna í síðari ritningalestri þessa sunnudags og því skulum við lesa hann núna. Síðari ritningalesturinn að finna í síðara Korintubréfi 13. kafla og það vers 11 til 13. Að öðru leyti, bræður, verið glaðir, verið fullkomnir, áminnið hver annan, verið samhuga, verið friðsamir. Þá mun Guð kærleikans og friðarins vera með yður. Heilsið hver öðrum með heilugum kossi, allir heilagir byrða heilsa yður. Náðin drottins Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sem með yður öllum. Þannig hljómar hið heilaga orð, dýrsið þið drottin, því þú hefur orðið eilífs lífs, hvert annað ættum við að fara. Það hefur stundum verið bent á þá staðreynd að Biblían notar hvergi hugtakið heilög þrenning og það svo sem alveg rétt, en það það hugtak sem hefur komið til síðar til þess að lýsa því sem að Biblían vitnar Síðara ritningalestur sem og hinn versin sem ég hef bent ykkur á beina okkur öll í þessa sömu átt. Guð bæði 1 og 3 á sama tíma. Hann 1 Guð en hann á sömu stundu Faðir, sonur og heilagur andi. Og það þess vegna sem að Páll enda bréf sitt á þessum orðum. Hann talar náð Jesú Krist, kærleika Guðs og samfélag heilags anda. Náðin drottin vors Jesú Krist niðurstaða dauða hans á krossinum og upprissu á 3. degi. Fyrir verk og friðþægingu Jesú Krist lítur Guð til okkar með náð. Það að segja sem vinur okkar og hann fyrirgefur okkur allar syndir vorar. Hann gefur okkur upp allar þær skuldir sem við eigum við hann. Síðan það kærleiki Guðs sem að fyrra bragði sendi sonin í heiminn eins og litla Biblían kennir okkur. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Kærleiki Guðs því ekki bara einhver fljótandi tilfinning, heldur kemur þessi kærleikur fram í hjálpræðisverki hans. Samfélag heilags anda kemur síðan á lokum og það samfélag heilagra í kirkju hans. En það ekki sama hvaða samfélag það heldur það samfélag þar sem heilagur andi talar. Með öðrum orðum það þá samfélagið sem að prédikar fagnaðarerindið Jesú Krist hreint og ómengað og þar sem sakramentum hans útlutað rétt. Það samfélag kærleikans, þar sem þessi boðskapur hljómar og skapar nýtt líf í okkur. Jafnvel þótt við mætum Guði sem 3 persónum og að einhverju leiti í 3 mismunandi hlutverkum, þá mætum við alltaf hinum sama Guði þegar við mætum hinum þríeina Guði. Það kærleiki hans til okkar sem hefur knúið hann til að gefa líf sitt fyrir okkur á krossinum og það kærleiki hans sem stöðugt veitir okkur ávinningin af þessari fórn hans. Og þá tökum við aftur stutt hlé og komum síðan aftur og lesum Guðspjallið. Komið sæl aftur, þetta þátturinn undirbúningur fyrir sunnudag. Ég heiti Zakarías Ingólfsson og núna ætlum við að skoða Guðspjall næstkomandi sunnudags sem þrenningar hátíð.
Ritningalestararnir úr Gamla testamentinu úr öðru Korinthubréfi hafa vitnað fyrir okkur heilaga þrenningu eða hinn þríeina Guð, Föðurinn, Soninn og heilagan anda og eins gerir Guðspjallið hið sama. Guðspjall þrenningarhátíðar að finna í 11. kafla Mattheusar Guðspjalls, versum 25 til 27. Þegar hér komið sögu í Guðspjallinu Jesús að ferðast Galíleu og kenna í borgum þeirra. Í fyrri hluta kaflans svarar hann orðsendingu frá Jóhannesi skýrara og skýrir frá stöðu Jóhannesar sem mesta spámanni sögunar fram að Jesú. Kannski einmitt vegna þess að Jóhannes gat bókstaflega bent á Jesú og sagt, þarna hann. Nú eins snýr Jesú sér að borgunum þar sem hann hefur kennt og gert öll þessi kraftaverk og miklu tákn, en þessum borgum sem að þó ennþá hafa ekki snúið aftur til drottins. Og Jesús bölvar þá þessum borgum, hann bölvar Kórasin, Betsaida og Kapernaum fyrir það snúa ekki aftur til hans. Og hann segir að bærilegra hefði verið í Sódom og Gómoru á þeim dögum þegar þessar borgir verða dæmdar. Og Kristur var einmitt sjálfur þar, því mennirnir 3 sem við lásum í fyrirreitningalestrinum héldu síðan áfram frá Abraham til þess að dæma og eyða þessum borgum og greindi frá því í miðjum 18. kafla 1. Mósebókar. En þrátt fyrir dóm Guðs voru ekki allir óréttlátir og jafnvel í Sódómu bjó hinn réttláti Lot sem treysti boðum Guðs þegar þeir komu og hann flúði úr borginni. Eins jafnvel þótt að margir hafi afneitað Kristi eru samt margir sem að játa hann. Og það fyrsta sem við heyrum í Guðspjallið einmitt það að margir játa hann. Og við skulum þá lesa Guðspjall þrenningarhátíðarinnar sem að finna í 11. kafla Mattheusar Guðspjalls, versum 25 til 27. Á þeim tíma tók Jesús svo til orða, ég vex saman þig faðir, herra himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggindamönnum en opinbera það smælingjum. Já, faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt mér falið af föður mínum og enginn þekkir soninn nema faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá sem sonurinn vill opinbera hann. Þannig hljómar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Heilug þrenning, það að Guð sé einn og á sama tíma 3, það mikill leyndardómur og margt varðandi þennan leyndardóm hefur ekki verið opinberað fyrir okkur. Það ekki hægt að komast að þessari niðurstöðu, þar að segja niðurstöðu heilagrar þrenningar með einhverjum starffræðilegum eða vísindalegum eða jafnvel heimspekilegum vangaveltum eða íhugun. Faðirinn, drottin himins og jarðar hefur hulið sjálfan sig á þessari leið. Við þekkjum hinn þríeina Guð sem og Jesú Krist einungis í þeim mæli sem hann hefur opinberað sig sérstaklega fyrir okkur. Og sú opinberum fer fram í orði hans, því orði sem talað fyrir munn spámananna í Gamla testamentinu. En framar því það Jesús Kristur sjálfur sem opinberum Guðs á sjálfum sér. Páll postuli skrifar Kristi í 1. kafla Kólossusbréfsins og segir þar, frá 15. versi, hann ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allrar sköpunar. Enda var allt skapað í honum, í himnum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómar, tignir og völd, allt skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Og hann höfuð líkamans kirkjunar, hann sem upphafið frumburðurinn frá hinum dauðu. Þannig skyldi hann verða fremstur í öllu, því að í honum þóknaðist Guð að láta alla fyllingu sína búa og láta hann koma öllu í sátt við sig, bæði á jörðu og á himnum, með því að semja frið með blóði sínu útheltu á krossi. Þannig hljómar Kólossusbréfið 15. til 20. vers í 1. kafla og eins síðan rítað í fyrstu orðum Hebreabréfsins 1. kafla og þetta vers 1 til 3. Guð talaði fyrir oftsinnis og með mörgum móti til feðranna fyrir munn spámanana. En nú í lok þessara daga hefur hann tilvor talað í syni sínum sem hann setti erfingja allra hluta.
Fyrir hann hefur hann líka heimana gjört. Hann sem ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans, ber allt með orði máttar síns, hreinsaði oss af syndum vorum og settist til hægri handar hátigninni á hæðum. Þannig eru orð Hebreabrefsins. Guð hefur opinberað sig fyrir okkur í drottni Jesú Kristi. Sá sem á hann trúir einnig á Guð föður og á heilagan anda, enda opinberar hann sig ekki sjálfan án þess. Og í þessari trú og hinn þríeina Guð föður, son og heilagan anda eigum við hið heiliga líf. Dýrð sé Guði föður, syni og heilagum anda, sem var og verða mun, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Og þá er ég bara eftir að þakka ykkur fyrir samfylgdina í dag og að þessu sinni, því þetta verður loka þátturinn í þessari þáttaröð. Við verðum þá aftur á dagskrá Lindarinnar í haust og ég leyfi mér að minna á heimasíðan okkar í játningabundinni evangelisk-lúterskri kristni sem er jelk.is, jlk.is, og þar er meðal annars að finna upplýsingar samkomuhelgin okkar sem verður 23. til 25. júní með yfirskriftinni Guð gefur eða það sem að Guð gefur. Ég vona að ég sjái einhver ykkar þar. Verið sæl.